biðja fyrir fundinum og leggja þetta allt í hans hendur. Já, Guð, ég bara þakka þér fyrir þennan fund og þessa stund. Ég legg þennan fund í þínar hendur. Ég legg okkur öll í þínar hendur, Drottinn. Ég bara þakka þér fyrir að þinn heilagi andi að starfa hérna í kvöld. Þú þekkir hvert og eitt okkar. Það er þú sem að þekkir hvaða sem við þurfum á að halda. Og ég bara bið, Drottinn, fyrir lækningu, ég bið fyrir lausn, ég bið fyrir frelsi og ég bið fyrir friði. Og ég þakka þér fyrir að þú snertir hvert og eitt okkar hér í kvöld, að þú leiðir hennar fund og ég bara bið að hvert það orð sem komið fram að munn okkar sé frá þér komið og samkvæmt þínum vilja. Í Jesú nafni. Amen. Já, ég ætla bara að bjóða ykkur hjartanlega velkomin og við ætlum bara að hefja hennar fund og yfirskrift þessa fundar lækning Jesú Krists. Og mér langar til að varpa fram grundvallar spurningum sem að við þurfum öll að spyrja okkur sjálf og velta fyrir okkur svarinu. Hvernig stendur á því að ein manneskja heilbrigð og hraust en önnur óheilbrigð og veik? Og hvernig stendur á því að ein manneskja með svokallaðan ólæknandi sjúkdóm læknast og verður heilbrigð en önnur manneskja sem jafnvel með nákvæmlega sama sjúkdóm verður veikari og veikari og að lokum jafnvel lætur lífið úr þessum sjúkdómi. Og hvernig stendur á því að ein manneskja kraftmikil, orkumikil, þróttmikil en önnur máttvana og þreytt og döpur. Og hvernig stendur á því að þú getur verið með eina manneskju sem söm við sig, jafnvel föst í sama farinu, breytist ekki neitt, en síðan önnur manneskja sem miklum árangri og tekur breytingum dag frá degi, ár frá ári og þróast og þroskast. Það virkilega þannig að Guð skapa okkur með svo ólíkum hætti eða það ekki sannleikur Guðs að hann fer ekki í manngreiningar álit að hann hefur skapað okkur öll í sinni mynd? Og þarna þurfum við að fara í aðeins dýpri spurningar það. Hvað það sem að stýrir í hvernig við erum? Hvað það sem að stýrir heilsun okkar, orkun okkar, kraftinum okkar, sálinni, hugsunum okkar, hegðun okkar, líðan okkar og tilfinningum og svo framvegis. Og þarna þurfum við líka að spyrja okkur, höfum við eitthvað með þetta sjálf að gera eða erum við einfaldlega fórnarlömb aðstæðna, jafnvel fórnarlömb Guðs? Eða trúið við mögulega að þessi refsing frá Guði að eitthvað slæmt henda okkur eða við séum veik eða óheilbrigð? Í 8. kafla í Mattheus vers 29 sagði Jesús, verði þér að trú þinni. Og það kemur skýrt fram í Biblíunni að Guð gaf manninum vald yfir jörðinni. Og þetta fjallað í 1. Mósebók í 1. kafla 27. versi að þá sagði Guð, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd líkan oss. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrum skríð á jörðinni. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Og í 28. versi segir aftur hérna, Guð sagði, verið frjósöm, fjölgið ykkur og fylli jörðina, gerið hana ykkur undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. Og í 1. Mósebók 9. kafla, öðru versi, þar segir Guð, á ykkar vald þetta gefið. Og hann var að tala jörðinu og allt sem á jörðinni Og það mjög áhugavert að bera þessi vers saman við 17. kafla í Síraksbók, að þar segir í öðru versi, hann markaði mönnum daga og æviskeið og gaf þeim vald yfir öll á jörðu. Hann veitti þeim hlutdeild í mætti sínum og skapaði þá í sinni mynd. Guð veitti okkur hlutdeild í sínu mætti. Og svo segir hérna áfram, hann lét allt sem lifir hafa beyg af mönnum og lét þá drottna yfir dýrum og fuglum. Skynsemi gaf hann þeim, tungu og augu, eyru og hjarta, svo þeir mætti hugsa.
Og þarna Biblían einfaldlega að kenna okkur að Guð gaf okkur vald. Hann gaf okkur mátt og hann gaf okkur kraft. Og hann gaf okkur líka frjálsan vilja. Og Biblían alveg skýr það hvað felst í þessu valdi sem okkur var gefið og hvernig við getum beitt því hvort sem til góðs eða til ills. Og ef við höfum vald yfir öll á jörðu, yfir okkur sjálfum, höfum við þá ekki líka vald yfir okkar eigin heilsufari og okkar eigin heilsu, okkar eigin lífi. Og ef við skoðum bréf Páls til Kólósesmanna, það segir í 29. versi, ég vil nú ekki skrifa kaflan, ég held þetta sé fyrsti kafli, það segir Páll, að þessu strita ég og stríði með þeim mætti sem Kristur lætur kröftulega verka í mér. Og í ensku þýðingunni sem mjög áhugavert að lesa segir, to this end I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. Þessi orka, þessi kraftur, þessi máttur sem að felst í þessu valdi sem Guð gaf okkur. Og það segir líka í Kólósesbréfinu 1. kafla 11. versi, hann styrki ykkur á alla lundir með dýrðarmætti sínum. Með dýrðarmætti sínum. Þetta engin smá kraftur sem að Guð hefur gefið okkur hlutdeild í og vald sem að Guð hefur gefið okkur yfir okkur sjálfum og okkar eigin lífi. Og þetta alveg í samræmi við það sem að vísindin hafa sýnt fram á og sannað að allt orka. Og við getum notað orðið orka eða kraftur eða máttur og þetta staðfest í Biblíunni. Og þá þurfum við að horfa á heilsun okkar, líkamann okkar, hugsanir okkar og orðin okkar, veikindin okkar eða heilbrigði okkar. Og þetta efni sem við erum að fjalla í dag stendur mjög nærri af því að ég glímdi við mikið veikindi í mjög mörg ár. Glímdi við bæði alkohólisma og ádröskun, ég glímdi við kvíða og mikla þreytu og brotna sjálfsmynd, ég glímdi við króníska verki og í þessum veikindum öllum var ég að berjast við sjálfa mig að reyna að finna út hvernig ég gæti orðið heilbrigð. Og Guð gerði mig heilbrigða en hann gerði ekki svona skyndilega kraftaverkalækningu þar sem að allt var bara tekið frá mér og ég var heilbrigð strax. Heldur sýndi hann mér og opinberaði fyrir mér skref fyrir skref hvaða var sem var að gera mig veika og hvaða var sem að ég þurfti að gera til þess að vera heilbrigð og ný. Og það var það sem ég gerðist og ég hef verið heilbrigð núna í þó nokkuð mörg ár og ekki að glíma við neitt af þessum neikvæða einkennum sem ég glímdi við áður og hef síðan þá líka verið að hjálpa öðrum að öðlast þetta frelsi. Og ég er búin að sjá þetta aftur og aftur og aftur bæði í mínu eigin bataferðalagi en líka til þeirra sem að koma til mín. Hvað það sem að gera fólk veikt og hvað getur við gert til þess að vera heilbrigð og það bara nákvæmlega þetta sem Biblían að kenna. Og ef við getum séð þetta út frá þessari sýn að allt orka og að Guð gaf okkur valdi yfir okkar eigin orku, okkar krafti og þá þurfum við að skoða hvað það sem að skapar okkar kraft, okkar orku innan með okkur. Og þarna eru 3 rætur sem við ætlum að fara í gegnum. Við náum ekki að fara í gegnum þær allar núna í kvöld en við ætlum að halda áfram með þetta efni næstu vikurnar. Og það í fyrsta lagi það sem við trúum, það sem við hugsum og það sem við segjum. Og í gegnum Biblíuna okkur kennt hvernig við beitum þessu valdi okkur til góðs en ekki ills. Og það á okkar ábyrgð að læra þetta þarna úti fyrir okkur, Guð að gefa okkur þetta. Þannig að í fyrsta lagi erum við að ræða trú. Það svolítið það sem við ætlum að fókusa á í kvöld af því að það líka það mikilvægasta. Og hvað það sem að við getum gert til að stuðla að okkar eigin heilbrigði og okkar eigin frelsi. Og ef við förum í 11. kafla í Hebreabréfinu, þá skilgreint þar hvað trú. Og þar kemur fram í 1. versi að trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem ekki auðið að sjá. Þetta sem sagt fullvissa og sannfæring. Þegar við trúum einhverju, þá erum við algjörlega fullviss og algjörlega sannfærð að það sé svona og það eitthvað sem við getum ekki séð. Og það segir í 3. versi,
fyrir trú, þá skiljum við að Guð skapaði heimana með orði sínu og að hið sýnilega var til af hinu ósýnilega. Og þannig er Guð einfaldlega að kenna okkur það að við lifum í orkuheimi eða svona andlegum heimi, sem ég vilja kalla þetta andaheimur. Ég kalla þetta orkuheimur, það sem að allt er orka. Og þetta efnislega, þessi efnisheimur sem við lifum í, hann var til úr þessum orkuheimi. Þannig að ef það er eitthvað hérna í efnisheiminum, til staðar, þá er einhver orka, einhver kraftur sem er að skapa. Og Guð gaf okkur vald yfir orkunum okkar og þannig getum við skapað það líf sem við viljum lifa. Og það segir líka í Biblíuna að allt er fyrir trú, að Guð skapaði heiminn með sinni trú, með sínu orði og sínum hugsunum. Og þannig gefur hann okkur valdið yfir okkar eigin lífi. En við þurfum að læra að beita því. Og það þýðir líka að við erum ekki fórnarlömb, heldur við erum sigurvegarar. Og ég man eftir það var svona algjör turning point og opinberun í mínu bataferli þegar ég áttaði mig á því að ég hafði trúað því að ég væri sjúkdómsfórnarlamb og ég væri veik og ég væri sjúklingur og það væri mín örlög að vera það og ég hætti að trúa því og ég fór að trúa því að ég sjálf hefði eitthvað með mína heilsu að gera, að það var svona eins og að væri bara kveikt á rofa og í staðans að verða veikar og veikari sem hafi verið að gerast, að þá fór ég að verða heilbrigðari og heilbrigðari. Það gerði ég með því að umbreyta því sem ég trúi, hugsa og segi. Og trú, samkvæmt Biblíunni, aðskilur á milli lífs og dauða, ljóss og myrkurs, réttlætis og ranglætis, heilbrigðis og veikinda, sektar og sýknu. Og hérna getum við til dæmis skoðið í Jóhannesar Guðspjalli í 3. kafla, 16. vers, að það segir að Guð hafi elskað heiminn svo mikið að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það er trúin okkar á hann sem gerir það verkum að við öðlumst þetta eilífa líf í Kristi. Svo sterk og svo kröftug og svo máttug er trúin okkar. Og það segir í 18. versi, sá sem trúir á son Guðs dæmist ekki. Og það er líka talað þetta í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla, í 1. versi og 4. versi, að það segir Guð að sérhvert barn Guðs sigra heiminn og trúin okkar er sigurinn, hún hefur sigra heiminn og að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Fyrir trú erum við réttláti í augum Drottins. Og við þurfum að skoða þetta trú ekki bara út frá þessu stóra, bara lífið eða dauðið eða réttláti eða ranglátt, heldur líka í okkar hversdagslega lífi. Hverju trúi ég mig, mína heilsu, mitt líf, fjölskylduna mína og svo framvegis. Og hvernig vitum við hverju við trúum og getum við breytt því? Og það kemur fram mjög vísvegar í Biblíunni að það sem við trúum situr í hjartanu. Og það er rosalega mikið af versum hjarta og trú og við ætlum að fara í þessi helstu og það segir í Orðskviðum 23. kafla 7. versi og ég ætla að lesa þetta á ensku af því að það mistókst að þýða þetta í íslensku þýðingunni, þannig að það er ekki hægt að lesa þetta þar. Og það segir einfaldlega, for as he thinketh in his heart, so is he. Og í annarri þýðingu segir, as he thinks in his heart, so does he become. Það sem við trúum í hjarta okkar, það sem við hugsum í hjarta okkar, það erum við, það verðum við. Sama á við heilsun okkar. Og í Orðskviðum 4. kafla 23. versi segir, varðveit hjarta þitt framar öllu öðru, því að þar eru uppsprettur lífsins. Uppsprett lífið sjálft kemur úr hjartanu. Og í enskri þýðingu, einni enskri þýðingu segir, be careful what you think, above all that you guard, protect your heart, because your thoughts run your life, eða life flows from it. Og þarna er bara verið að segja það sama, passaðu upp á hugsanirnar þínar, passaðu upp á hjartað, af því að hugsanir þínar sem kom úr hjartanu, þær stýra lífinu þínu. Lífið þitt flæðir út úr hjartanu. Og þetta þýðir einfaldlega að það sem við trúum, það skapar allt annað í lífinu okkar. Hugsanir okkar, tilfinningar okkar, heilsun okkar, hegðun okkar, skoðanir okkar, upplifun, væntingar og svo framvegis. Og Jesús kennir okkur í gegnum Biblíuna þessi fræði
og hvernig við getum breytt í hverju við trúum, hvernig við getum valið að trúa það sem er heilbrigt og gott og hvernig við getum breytt okkar eigin hugafari og fengið þetta heilbriga líf í fullri gnægð sem að Jesús lofar okkur. En ef við trúum því ekki, þá getum við ekki fengið það. Við verðum að trúa í hjartan okkar. Og við þurfum að vera tilbúin að skoða okkar eigin hjarta. Þetta snýst ekki að samanburð við annað fólk eða einhverja samkeppni. Þetta snýst okkar persónulega samband við Krist og hvað hann er að kenna okkur og að við séum tilbúin að horfa á okkar eigin hjarta og biðja hann að hjálpa okkur að öðlast meiri trú. Og við þurfum að spyrja okkur, trúum við því sem kemur frá myrkrinu eða hinu illa eða trúum við því sem kemur frá ljósinu, frá Guði. Guð er ekki að fara að segja við þig, þú ert í hættu eða þú eru dæmdur eða einhver er að reyna að gera þér illt eða aðrir að skaða þig. Guð er ekki að fara að ásaka þig. Þú veist, það kemur ekki frá Guði og við þurfum að læra að greina þarna á milli. Er þetta frá Guði? Kemur þetta frá Jesú? Jesús er friður og huggun og kærleikur og fyrirgefning. Þannig að það er orkan og trúin sem við erum að fá frá honum. Hitt kemur frá myrkrinu og við þurfum að velja að ekki trúa því. Trúir í hjartanu að þú sért veik eða veikur. Ég fæ til mig fólk sem er kannski búið að glíma við kvíða í mörg ár og ég spyr, trúir í því að þú sért kvíðasjúklingur? Og það kemur bara já og fólk bara, vá, það kemur opinberun strax. Af því ef að þú trúir því að þú sért sjúklingur eða kvíðasjúklingur, þá er það orka, kraftur í hjartanu sem er að búa til hvað? Kvíða eða ótta eða vonleysi eða depurð eða stress eða fylgja mér. Og það er að búa til kvíða hugsanir, eitthvað hræðilegt er að fara að gerast, einhver að fara að ráðast á mig og svo framvegis. Þannig að í staðins að segja að dæma þetta eða ásaka þetta sem gerir þetta bara ennþá sterkar, þá erum við tilbúin að horfast í augu við þetta og síðan lærum við heilbrigðar aðferðir til þess að losa þetta út og öðlast heilbrigða trú og Biblían kennir okkur það líka. Þannig að við veljum að trúa því sem er heilbrigt. Jesús sagði verði þér að trú þínu. Og hvernig eru hugsanir okkar? Erum við með veikinda hugafar, þreytu hugafar, streitu hugafar, kvíða hugafar, fórnarlams hugafar? Og eftir að ég fór að læra þetta öðlaðist mitt frelsi, að þá bara lifi ég eftir þessari reglu í dag. Ef ég vil ekki að það sé satt, að þá hugsa ég ekki og ég segja ekki, að því að ég vil ekki skapa. Þú veist, Guð er skaparinn. Hann gaf okkur hlutdeild í sínum krafti. Við getum skapað með okkar orku. Allt er orka. Og það segir líka í Biblíunni að líf og dauði séu á tunguna valdi og við þurfum að fara mjög djúpt í þessi vers, bæði orðin okkar og hugsanir okkar í næstu 2 lestrum, en við ætlum að fókusa núna á trú. Og mér langar til þess að taka hérna söguna í Biblíunni sem heitir Fíkitré við veginn, sem er í 21. kafla í Mattheus. Þar segir í 18. versi og áfram að Jesús hafi haldið aftur til borgarinn og hann var svangur og hann sér hérna fíkitré við veginn og hann gekk að því en hann fann engan ávöxt, það voru bara tóm blöð. Og Jesús sagði við tréð, aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu og fíkitréð visnaði þegar í stað. Það gerist bara svona. Og lærisveinarnir sáu þetta, þeir undruðust og sögðu, hvernig gat fíkitréð visnað svona fljótt? Og Jesús svaraði þeim, sannlega segi ykkur, ef þið eigið trú og efist ekki, getið þið ekki aðeins gert slíkt sem framkom við fíkitréð. Þið getið enda sagt í fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Og svo segir hann, ef þið trúið, munið þið öðlast allt sem þið biðjið. Ef við trúum, getum við öðlast allt sem við viljum fá og óskum okkur og biðjum En þetta virkar líka neikvætt, eins og Jesús er að kenna okkur þarna. Hvað erum við að segja við okkur sjálf, heilsun okkar? Erum við að tala út myrkur sem hefur þar afleiðingar að heilsun okkar eða líkaminn okkar er bara að visna upp, eins og gerðist fyrir þetta fíkitré. Þetta hefur sömu áhrif og við þurfum að hugsa þetta og vera meðvituð þetta og passa upp á þetta.
í 9. kafla í Mattheus, þá sagt frá því þegar Jesús fyrirgaf syndum lamamannsins sem læknaðist og þá hafi fræðimennirnir hugsað með sér, hann guðlastar. Þarna voru þeir ekki einu svona að segja þetta, þeir voru bara að hugsa þetta, en Jesús þekkti hugsanir þeirra og hann sagði, hví hugsið þið illt í hjörtum ykkar? Þessar hugsanir koma út úr hjartanu. Og í Markus 4. kafla, 24. versi, sagði Jesús, gætið að hvað þið heyrið, með þeim mæli sem þið mælið, mun ykkur mælt verða og við ykkur bætt. Því að þeim sem hefur mun gefi verða og frá þeim sem eigi hefur mun teki verða jafnvel það sem hann hefur. Og Jesús segir þetta dálítið oft í Biblíunni, gætið að hvað þið heyrið, þeir heyra sem vilja heyra. Og þarna hann einfaldlega að vísa í trú. Við heyrum ekki það sem sagt, við heyrum og sjáum það sem við trúum. Þú getur verið með 2 manneskjur í nákvæmlega sömu aðstæðum að upplifa sama hlutin, en síðan heyrirðu manneskjurnar segja frá því og það er eins og svart og hvítt, það er algjörlega sitt hvor upplifunin, af því að það fer ekki eftir því sem gerðist, heldur því sem við trúum og hvernig við hugsum hlutina. Og þarna er Jesús að kenna okkur hverju, því að þeim sem hefur mun gefi verða og frá þeim sem eigi hefur mun teki verða jafnvel það sem hann hefur. Þetta er rosalega sterkt vers. Trúum við því í hjartanu okkar að við höfum ekki, að við eigum ekki nóg, að okkur skorti, að við séum fátæk, veik, máttvana, með sjúkdám, okkur líði illa, allt sé erfitt, lífið sé erfitt, að við séum sek, að við séum dæmd, ljót, einskis virði og svo framvegis. Og hvaða orku, hvaða kraft og hvað eru við að manifesta innan með okkur ef við trúum þessu. Og þarna er hann að segja að ef við trúum því að við höfum, að við eigum, þá munum við fá og jafnvel við það bætt, en ef við trúum því að við höfum ekki, að þá verður jafnvel það sem við höfum tekið frá okkur, við munum missa. Það er það sem þetta vers er að segja. Og síðan vil ég endurtaka aftur þegar Jesús segir verði ykkur að trú ykkar þegar 2 blindir menn kölluðu á hann. Og hann spurði trúið því að ég geti gert þetta og þeir sögðu já. Það segir Jesús verði ykkur að trú ykkur og augu þeirra lukast upp og þeir sáu. Og sama gerðist í Mattheus í 9. kafla þar sem að konan okkur sem hefði haft blóðlát eða blóðsjúkdóm í 12 ár, búin að leita allra leiða til að fá lækningu og hún trúði því að hún geti bara snert fötin hans Jesú að þá myndi hún verða heil. Og hún tryður sér hann í gegnum mannfjöldan, snertir klæðið hans og þá segir í Biblíunni að kraftur hafi farið úr Jesú inn í hana og hún hafi læknast. Og hann hafi horft á hana og Jesús segir við hana, trú þín hefur bjargað þér. Það var trúin hennar, það var það sem hún trúði sem að lækna hana. Og í 17. kafla í Mattheus þá er önnur svona frásögn sem að Jesús maður kemur til Jesú og biður hjálp fyrir son sinn sem er haldinn tunglsýki sem er flogaveiki og hann segir ég fór með hann til lærisveina þinn og þeir gátu ekki lækna hann og Jesús svarar þú vantrú á rangsnúna kynslóð og segir komdu með manninn til mín. Og hann hastar þarna á hann og illi andinn sem að olli veikindunum fór úr honum og sveinninn maðurinn verður heill. Og eftir þetta þá koma lærisveinar til Jesú og segja af hverju gátu við ekki lækna? Af hverju virkaði þetta ekki þegar við vorum að reyna að gera? Og Jesú svarar einfaldlega ykkur skorti trú. Svo segir hann sannlega segi ykkur ef þið hafið trú eins og mustaskorn getið þið sagt við fjall þetta flytji hérna og þangað mun það flytja sig. Ekkert verður ykkur megn. Ekki neitt. Og það er þessi trú sem við þurfum að hafa gagnvart okkur sjálfum og okkar eigin heilsufari og lækningunni sem að við viljum fá frá Guði. Og við getum líka skoðað í Biblíunni eru líka frásagnir og kennsla það hvað er það sem að sörgar okkur, hvað er það sem að mengur okkur og skadar okkur. Og í 7. kafla í Markus þá kemur fram í 18. versi og versunum þar og eftir, þar er Jesús að útskýra hvað er það sem raunverulega skadar okkur og sörgar okkur og hann segir bara ekkert sem við borðum, ekkert sem fer inn í mannin, sörgar hann, það fer bara inn í magan og svo aftur út. Það sem að sörgar okkur
er það sem kemur innanfrá, út úr hjartanu. Hann segir hérna, það sem fer út frá manninum, það saurgar mannin, því að innanfrá, úr hjarta mannsins, koma hinnar illu hugsanir, saurlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd og svo telur hann upp fleira. Þannig að það sem að saurgar okkur kemur út frá okkur. Og Jesús er alveg skýr með þetta og það er hverju trúum við, hvað erum við að hugsa, hvað erum við að segja. Það er það sem við erum að skapa og manifesta henni í líf okkar. Og hann ítrekar þetta aftur í Mattheus 15. kafla, þar sem hann segir, skiljið þið ekki að allt sem fer inn kemur í munnin, fer í magan og lendir síðan í safnþrónni, en það sem fer út af munni kemur frá hjartanu, orðin okkar, koma úr hjartanu okkar og slíkt saurgar mannin. Og þarna talar hann illar hugsanir aftur. Og það eru fleiri vers sem við náum ekki að fara dýpra í núna en við munum taka fyrir sérstaklega þegar við þurfum að tala hugsanir og orð og hvað Biblían segir þetta. Þannig að við þurfum að vanda okkur, hvað erum við að hugsa, hvað erum við að segja, hverju trúum við. Og í Markusi 9. kafla, 23. versi segir, hérna hef ég skrifað þetta á ensku, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Þess að ef þú getur trúað, allt er mögulegt þeim sem trúir. Og í Lúkas 7. kafla, þá eru leiðbeiningar það hvernig við getum séð hverju við trúum. Og það er að tala ávextina, að af ávextunum þekkist tréð. Og ef við viljum vita hverju trúi ég, þá þurfum við bara að horfa á líf okkar og ávextina. Hvar gengur mér vel? Hvar er ég að blómstra? Þá er ég með trú og sterka trú sem að skapa það. Hvar gengur mér illa? Hvar er ég með að glíma við sama vandamáli aftur og aftur? Heilskort sem það er heilsufasslegt eða fjárhagslegt eða eitthvað annað. Og í 7. kafla, 40. af 3. versi segir, því að ekkert til gott tré er beri slæman ávöxt, né heldur slæmt tré er beri góðan ávöxt. En hvert tré þekkist af ávexti sínum, enda lesa menn ekki fíkjur af þyslum né vímbir af þyrnirunni. Góður maður ber fram gott úr góðum sjóði hjarta síns, en vondur maður ber fram úr vondum sjóði og af gnægð hjartans mælir munnur hans. Það sem hann er að segja þarna er að út munnin talar hjartað. Það sem í hjartanu kemur út munnin. Og þarna er hann ekki að segja að þú sért vondur maður af því að hér ertu með eitthvað vondan sjóð, heldur en að segja að orkan eða kraftunum sem við erum að senda frá okkur, ef þetta er vond orka eða neikvæð orka eða óheilbrigð orka, þá er það sjóðurinn sem við munum ávaxta sem afleiðing af því. Þannig að það er það sem er verið að kenna okkur. Þannig að við þurfum að horfa á ávöxtuna og horfast í augu við hvar vil ég gera breytingar. Hvar er ég í vantrú? Og auðveldasta leiðin til að komast að hverju við trúum er að skoða hugsanir okkar, af því að þær koma frá því sem við trúum og skoða orðin okkar. Og í Sýraksbók 27. kafla 7. versi, þar segir, ávextir sýna hvernig hlúð var að trénu, eins má greina innræti manns af orðum hans. Og þannig bara verið að segja, við getum greint hvað er innra með manninum, með því að hlusta á orðin sem að viðkomandi segir. Og við þurfum að spyrja, hverju trúi ég mína eigin heilsu? Trúi ég því ég sé sjúklingur? Ok, er það gagnlegt eða er það ógagnlegt? Vil ég breyta þessu? Trúi ég því að allir séu á móti mér, eða ég sé að veikjast, eða að ég sé með ónýtt bak, eða að líkami minn sé að gefa upp öndina að það sé ónýtur? Ef við erum að fá hugsun aftur og aftur sem er svona, ég er að drepast, þá er svona ágæta líkur á því að við trúum því að við séum að drepast. Og það hljómar hræðilega, en þegar við förum að kafa inn í hjarta og skoða þetta með Guði, þá mun hann sýna ykkur hvað er sem við þurfum að breyta og við þurfum að vera tilbúin að horfa á þetta með mýkt og mildi og fyrirgefningu, ekki fordæmingu og ásökunum, af því að það er neikvæð orka sem að eykur bara neikvæða orkuna sem er fyrir og styrkir það í sessi. Og það er svo mikilvægt að við höfum þetta hugafar gagnvart þessari vinnu og þessari umbreytingu en ekki svona ásakanir og það er eitthvað að mér og akkur er ég svona og þú veist, af því að það eykur bara á vandann. Þannig að við getum spurt okkur,
ef við tökum bara eina trú sem bara, segjum að hún sé svona eins og kúla af orku og hún segir ég er veik eða ég er sjúklingur. Hvaða orka, við erum bara að skapa veikinda orku og óheilbrigða orku innan með okkur. Síðan það skilaboðin sem við sendum í líkamann okkar og við erum leiðtogi fyrir okkar eigin líkama. Hann horfir á okkur og okkar trú þegar hann starfar og hans orka hverju trúum við, hvað hugsum við hann og hvað erum við að segja við hann. Þannig ef við erum stöðugt að senda hann þau skilaboð að það sé eitthvað að honum, hann sé veikur, hann sé ónýttur með ónýtt bak, þá erum við bara að senda ofboðslega sterka neikvæða orku inn í líkamann okkar og hann bara fyllist af neikvæðri orku og bara verður stífur og verkjaður og hann líður illa og hann bara sár og hann hefur enga trú á sjálfum sér. Líkaminn okkar lifandi, við erum ekki líkami, við erum sál og andi, við erum með líkama og hann mikilvægur partur af okkur og hann þarf að fá frá okkur kærleika. Það þarf náttúrulega Jesús, númer 1, 2 og 3, en hann þarf að fá kærleika og hann þarf að fá traust og trú og jákvæða heilbrigða orku sem í samræmi við það sem að Jesús vill að við trúum. Jesús vill ekki að við trúum því að við séum veik, að við séum sjúklingar, að við getum ekki neitt. Það kemur ekki frá honum. Síðan getum við borið þessa trú saman við trú sem segir ég er heilbrigð, ég er heilbrigður, ég er frjáls, ég er sterk, mér líður vel. Hvers konar orka eða kraftur felst í þeirri trú? Gleði, trú, traust, kraftur, heilbrigði og hvernig tala manneskja og hugsa manneskja sem trúir þessu? Hugsanir sem eru í samræmi við þá trú. Ef við tökum annað dæmi, eins og ég tók aðan, ég er kvíðasjúklingur, ég er alltaf þreytt, ég er að drepast úr þreytu. Stundum gerum okkur ekki grein fyrir því hvað er búið að vera að gerast hérna innan með okkur og hvað við erum að hugsa dag frá degi og við þurfum að vera tilbúin að skoða það. Hverju trúi ég mig? Trúi ég því að ég sé vonlaus, að ég sé ómöguleg, að mér mistakist allt, að ég ná einhverjum árangri? Þú veist, við komumst ekki ofar, við getum ekki risið ofar heldur en það sem við trúum okkur sjálf og ef við erum að glíma við sama vandamáli aftur og aftur þá við þurfum að spyrja okkur, ok, hverju trúi ég í mínu hjarta sem gerir það verkum að ég er að manifesta þetta inn í lífinu mínu, jafnvel aftur og aftur og aftur. Ok, þannig að við erum ekki fórnarlamb aðstæðna, við erum ekki einu sinni fórnarlamb áfallan okkar eða barnæskun okkar. Biblían kennir okkur líka hvernig við fáum frelsi frá því og við eigum eftir að tala um það líka í fleiri fundum hérna. Heldur erum við sigurvegarar og við höfum fengið hennar sigur frá Guði og hann býr innan með okkur. Og þá viljum við spyrja okkur hvernig breytum við því sem við trúum? Hvernig tökum við þessa vantrú sem er bara fulla neikvæðri orku og einhverju myrkri og losum okkur við hana og setjum inn trú? Hvernig hættum við að trúa því að við séum óheilbrigð, að við séum veik, að við séum að drepast, að við séum ónýtt bak, að við séum ónýtt í fótunum? Er einhver að tengja við eitthvað af þessari trú? Af því að þetta er eitthvað sem að ég glímdi við og við þurfum líka að vera tilbúin að skoða. Trúi ég þessu, ekki vera ofljót og segja nei, ég trúi þessu ekki, það er ekki séns. Þegar ég fór að skoða mitt hjarta með Guði og ég fór að biðja Guð að opinbera fyrir mér, þá kom bara alls konar skítur út í hjartanu mínu sem ég hafði ekki hugmynd að ég trúði og var bara ótrúlega neikvætt. Og það er allt í lagi. Við vinnum með okkur ef við treystum honum. Og eins og við fórum í áðan, þá segir að við erum að varðveita hjarta okkar öllu öðru framar þegar þar eru uppsprettur lífsins. Og þá vill maður spyrja sig, hvernig varðveitir maður hjarta sitt? Hvernig förum við að því að gera það? Og við getum skoða það. Með því að hugleiða orðið í Biblíunni og við hugleiðum það, þá hugleiðum við hjarta okkar. Þá getum við séð það. Og þá er ég ekki að tala um líkamshjarta sem að séum að pumpa blóðinu. Þetta er þetta andlega hjarta eða orkuhjarta okkar, ef við viljum kalla það það. Og við þurfum að horfa inn á við og biðja Guð að opinbera fyrir okkur hjarta okkar. Við skoðum hjarta með hugleiðslubæn og við ætlum að gera það í hugleiðsluna eftir og við ætlum að biðja Guð að opinbera fyrir okkur hvar er ég í vantrú með mína heilsu eða mitt líf þar sem ég þarf að losa mig við. Og
við biðjum Guð að lækna hjarta okkar, hreinsa hjarta okkar, gefa okkur trú. Og það er bæn sem ofboðslega einföld sem segir hjálpa þú vantrú minni, en hún er rosalega öflug og Guð vill að við biðjum svona, hann vill vinna með okkur í þessu. Þannig að Biblían er full af þessari yfirnáttúrulegu djúpvisku Guðs hjarta okkar og trú, og við förum nánar í þetta hvað varðar hugsanir og orð næst, af því að við ætlum bráðum að fara inn í hugleiðsluna og mér langar bara svona aðeins að taka saman og mér langar til þess að gefa ykkur svona praktísk tól sem að Biblían kennir það hvernig við getum breytt því sem við trúum. Og fyrsta skrefið er að vita hverju trúi ég, hvaða trú er ég með, hvaða vantrú er ég með, eða neikvæða trú, eða skort á trú, eða ranga trú. Og þá horfum við á ávöxtun okkar, við horfum á hugsanir okkar, við horfum á orðin sem við tölum út. Ef við erum bara brjáluð og kvartát og kveinandi yfir öllu eða rausandi tala rosa mikið að við séum veik eða veikindi annara eða slys, þá er það orkan sem við erum að skapa innan með okkur. Ég myndi aldrei, ég gæti ekki talað þetta út, Og ef það gerist, sem er allt í lagi, þá tökum við ákvörðum að fyrirgefa. Við fyrirgefum þessum orðum, af því leið við fyrirgefum, þá hreinsast þessi neikvæði kraftur úr eða þessi neikvæða orka. Við erum bara mannleg, við erum að þjálfa okkur upp og það tekur tíma og við munum hrasa og það er alltaf lægi, en ef við hrösum, þá notum við fyrirgefninguna af því að það hreinsast út og þá erum við ekki að manifesta það sem var verið að segja eða við vorum að hugsa. Þannig að hvernig breytum við trú okkar? Fyrsta skref er að sjá hverju trú ég, við biðjum Guð að opinbera fyrir okkur. Það er mjög sterkt, en við getum líka að skoða eigin hugsanir, orð og ávaxti. Við fyrirgefum þessari vantrú eða þessari röngu trú og við afhendum hana til Guðs, sem við ætlum að taka þetta frá mér, af því að Guð er ljósið og engin neikvæð orka eða vond orka þrífst í ljósi Guðs, hún eyðist bara. Guð tekur þetta frá okkur, hann gefur okkur nýja trú. Við treystum honum fyrir hjartan okkar, við gefum honum hjarta okkar. Eða þá, ef við viljum, ef það er eitthvað tiltekið sem við erum að vinna með og það má alveg, við ákveðum sjálf nýja trú. Eins og til dæmis bara, ég er veik, ég er veikur. Það er ekki trú sem við viljum hafa. Við erum búin að átta okkur á, við sjáum að við höfum hana, við byrjum á að fyrirgefa þessu, við afhendum þetta til Guðs, hann tekur þetta frá okkur, við biðjum hann að gefa okkur nýja trú, eða þá, ég tek ákvörðun frá hjartanum að trúa því að ég sé heilbrigð, ég sé heilbrigður. Þá er komin ný trúin í hjarta okkar sem að byrja að búa til hugsanir, tilfinningar, orð sem er í samræmi við þá trú og síðan styrkjum við hana með því sem við hugsum og því sem við segjum. Við notum bæn og hugleiðslu, ákvarðanir, hugsanir og krafthugsanir og orð og við ætlum að fara dýpra í þetta næsta fimmtudag. En síðan er annað sem ég langar að nefna áður en við förum inn í hugleiðsluna og það er lækning Guðs. Allt þetta eru ræturnar og það sem að skapar heilsun okkar og líf okkar og hvað við getum gert til að umbreyta því til þess að verða heilbrigð og lifa heilbrigðu lífi. Og þetta er mjög gott að blessa og mjög mikilvægt og þetta er eitthvað sem við getum axla ábyrgð á strax og byrja að vinna með, en svo er líka annað og það er yfirnáttúrulegur kraftaverka kraftur Guðs og lækningakraftur hans og við vitum það að hann læknar með kraftaverkum og hann gerir það. Og hann getur tekið alla þessa vantrú og alla þessa neikvæðu orku og allt þetta, þessi áföll og allt sem búið í gangi og hann getur smellt fingrum og læknað þig. Við vitum það og það eru ítrekkaðar sögur í Biblíunni þetta og ekki bara í Biblíunni heldur líka bara frá fólki sem hefur upplifað þetta. En til þess að við getum öðlast þetta þá þurfum við að trúa og nota bæn og það er það sem við ætlum líka að gera hérna í hugleiðsluna eftir. Við ætlum að biðja Guð að gefa okkur þessa sterku, guðlegu, óbilandi kraftaverka trú til þess að trúa því að við séum heilbrigð, við séum lækna, hann stígi niður og lækna okkur. Af því að hann er læknirinn okkar. Það segir aftur og aftur að hann læknar okkur. Og hérna eru nokkuð vers. Í Síraksbók 17. kafla 27. versi. Hann mun sjálfur leiða þig til ljóssins sem læknar. Í Jesaja 53. kafla 5. versi.
Honum var refsað svo að vér fengjum frið og fyrir benjar hans urðum vér heilbrigðir. Í Póstulasögunni 3. kafla 16. vers. Nafn hans og trúin sem hann gefur veitti manninum albata fyrir augum ykkar allra. Og í speki Sólómons 16. kafla, þar segir í 13. versi að Guð hefur vald yfir líf og dauða. Og það segir líka í 12. versi, hvorki grös né smysl læknuðu þau heldur orð þitt drottinn sem græðir allt. Þú hefur líf og dauða á valdi þínu, færir okkur niður að hliðum heljar og leiðir okkur upp þaðan. Og í Sálmi 107 segir í 20. versi að Guð sendi orð sitt og læknaði þá og bjargaði þeim frá gröfinni. Amen. Hér einhver á dettin. Er einhver með einhverja spurningar áður en við förum í huglistuna? Þetta er bara æðislegur yfirferð hjá þér, Guð blessi ykkur og bara flotti vitnisburður og ég tengi margt við þetta. Takk. Bara til dæmis ég hef lent í tveimur, maður segja svona dauðaslýsum í alvarlegum slýsum. Þar sem ég átti bara lamast og í seinna slýsinu þá lenti ég í hestaslýsi og það var mér sagt eftir myndatöku að ég yrði að læra að ganga upp á ný og bara vera í hjólastól og ég var bara einhvern veginn bara ekki að ræða það sko. Það var alveg bara einhvern veginn bara kraftur mér með þannig, ég gæti ekki síðan fyrir mig að liggja og svo fóru þau fram og þessu sótti hjúkrunarkonu og læknir og átti aðstofa mig í hjólastólinn og á með þá fór ég fram úr rúminu og fór bara í speilin og ég veist ég er bara fín. Svo komu þau og segir, byrju, hvaða manneskja er þetta? Og en ég vísum bara ekkert fyrir þessu, ég bara var bara svo ákveðin að einhvern veginn bara, nei, ég er ekki veik og ég er ekki að fara að vera í hjólastól. Akkurat. Mér finnst þetta athyglisvert að það er svona ómeðvitað, þá var ég bara ákveðin í því að ég var ekkert veik sko og þetta háir mér ekkert mikið í dag. Ég er búin að minnka 4 centimetra og ég er með 2 hryggjarliði sem féllu saman og bein sem flísaðist úr hryggnum á mér neðst við mænuna. En þetta eins og ég segi, þetta bara há mikið því ég hugsa bara ekkert þetta og þú veist jú ég hef látið bíða fyrir þessu og bara svona fólk sem er á samkomum og þú veist ég fann mig þá bara strax eftir fyrirsleysi, bara fann ég bara strax lækningu og bara einhvern veginn hugsaði ekkert meir út í þetta og þetta háir mér ekkert í dag. Amen. Akkurat. Mjög gott. Takk fyrir að dela þessu með okkur. Bara gaman að heyra frá ykkur líka. Þannig að það sem ég ætla að gera núna fyrir hugljósleina er ég ætla að mjúta ykkur öll, þannig að heyrist bara í mér. Og þetta er svona 15 mínútur þar sem við ætlum að gefa okkur gefa Guði bara allt. Og við ætlum að taka á móti honum og hans krafti og við ætlum að velja að trúa því að við séum heilbrigð. Við ætlum að velja að trúa því að líkaminn okkar sé heilbrigður og við ætlum að velja að trúa því að við séum þegar læknuð. Og sú trú sem að fer inn í hjarta okkar núna, hún mun strax byrja að verka. Þannig að bara dásamlegt, þið megið bara koma ykkur þægilega fyrir. Hvort sem þið sitjið eða liggið eða jafnvel standið. Og það sem ég geri er að ég geri hljóðupptöku fyrir þessa hugleiðslu og svo ætla ég að pósta henni inn í grúppuna þannig að þið getur hlusta á hann aftur og aftur ef þið vilji. Og þegar þú ert tilbúin þá máttu bara koma þér þægilega fyrir. Ég ætla að bjóða þér að draga djúpt inn andann. Og þegar þú blæst frá þá lokar augunum og finnur hvernig þú svífur inn í þægilega slökun, afslöppun og ró. Og í Jesú nafni legg ég þessa hugleiðslu, þessa bæn og þessa lækningu í þínar hendur, Drottinn. Smyrðu varir mínar, smyrðu hjört okkar. Í Jesú nafni stýrir þú þessu. Og ég þakka þér fyrir að heilagur andi er yfir okkur, innra með okkur. Og það er andi lækningar og það er andi frelsis. Og það er andi fyrirgefningar. Í Jesú nafni
bið ég þig Drottinn að hjálpa vantrú minni. Ég gef þér hjarta mitt. Ég ætla að biðja ímynda þér að þú afhendir hjarta þitt inn í ljós Drottins. Og þú biður hann að lækna það, hreinsa það og fylla það af sínu ljósi, af sinni lækningu í Jesú nafni. Og þú finnur strax fyrir létti því heilagur andi að verka innan með þér. Og núna þegar Guð er búinn að hreinsa hjarta þetta og lækna þá er hjarta góður jarðvegur til þess að sá nýjum fræjum, nýjum mustarskornum eða nýrri trú. Og ég ætla að bjóða þér að endurtaka annarkvort uppáttið í huganum eftir mér þessa bæn. Í Jesú nafni trúi ég því í hjarta mínu að ég er algjörlega heilbrigð eða heilbrigður núna. Í Jesú nafni trúi ég því í hjarta mínu að líkaminn minn, að sálin mín, að hugur minn sé algjörlega heilbrigð núna. Amen. Ég tek ákvörðun frá hjartanum að trúa því að þú, Drottinn, ert minn læknir. Og þú ert stórkostlegur, yfirnáttúrulegur, kraftaverka Guð. Og þú sérð fyrir þér þetta bjarta, skæra, skínandi ljós sem er ljós Jesú Krists. Og þú finnur hlýjuna og kærleikann. Og ég ætla að biðja að ímynda þér og takir heilsuna þína. Og takir geðið þitt og lundina þína. Og þú afhendir þetta inn í ljós Jesú Krist núna. Ég biði Drottinn að lækna þetta. Læknaði heilsuna mína, læknaði lundina mína og læknaði geðið mitt í Jesú nafni. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að trúa því að þú, Jesús Kristur, ert Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur endurfætt anda minn í Jesú nafni. Og ég ætla að bjóða þér að tengja þig núna við heilbrigðið þitt. Og heilbrigðið þitt er partur af þér sem er óbúslega mikilvægur partur. Og þú sér það fyrir þér, skynjar það. Og ég ætla að bjóða þér að segja, fyrirgefðu. Ég fyrirgef þér. Ég hef trú á þér. Og ég treysti þér. Og ég ætla að afhenda þér núna inn í ljós Guð sem læknar. Takk Drottinn fyrir að lækna heilbrigðið mitt. Gefðu mér þitt heilbrigði. Í Jesú nafni, amen. Og stundum er það þannig að ófyrirgefning getur hamlað okkur. Eða þá að við höldum í eitthvað gamalt óheilbrigt, einhverja neikvæða orku, eitthvað gamalt áfall. Eða þá það er einhver vantrú í hjartan okkar sem að skapar eitthvað óæskilegt inn í líf okkar. Og ég ætla bara að bjóða
okkur núna að eiga stund með Guði þar sem við byggjum hans opinberun. Og það sem hann mun sýna þér, þú ætlar að æfa þig í að losa þig við þetta, þú ætlar að fyrirgefa þessu, afhenda þetta inn í ljós Guðs og biðja hann að taka þetta og setja nýja trú eða eitthvað nýtt heilbrigt í staðinn. Þetta eru 3 skref: fyrirgefa, afhenda inn í ljósið, biðja Guð að gefa þig nýtt í staðinn. Og ég ætla að biðja að færa þig nær Jesú Kristi núna. Drottinn, gefðu mér opinberun. Er einhver vantrú eða ófyrirgefning eða eitthvað gamalt sem ég þarf að sleppa að fyrirgefa? Sýndu mér það. Fyrsta skrefið er að fyrirgefa eða sleppa. Næsta skref að afhenda inn í ljósið til Guðs. Taktu við þessu, Guð. Gefðu mér nýja trú í staðinn. Það kemur svona léttir og veljan þegar Guð setur eitthvað nýtt inn í hjarta okkar, eitthvað heilbrigt. Ég ætla að biðja að ímynda þér sjálfan þig og ljós Guðs, ljós Jesú Krists. Ég ætla að biðja að taka ákvörðun frá hjartanum að afhenda sjálfan þig inn í ljósið hans. Segi Jesús, ég afhendi mig, hjarta mitt, sálina mína, líkamann minn. Ég biðja að lækna mig núna. Og svo leyfir honum vinna. Auktu mér trú. Hjálpa þú vantrú minni, Guð. Í Jesú nafni. Guð ætlar að tala inn í hjarta þitt núna. Þú ert réttlát, þú ert réttlátur, þú ert saklaus, þú ert frjáls, þú ert heilbrigð núna. Þú ert dýrmæt manneskja. Guð elskar þig. Taktu á móti elskuna hans og kærleikanum hans inn í hjarta þitt núna. Og það kemur friður inn í hjarta þitt. Þessi yfirnáttúrulegi, guðlegi friður Krists. Og það kemur friður inn í sálina þína. Og það kemur fullvissa inn í hjarta þitt. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Það er allt í lagi með þig og það verður allt í lagi með þig. Og Guð vill gefa þér
sinn veg, sína áætlun, tilgang. Og ég ætla að bjóða þér að taka við því ef þú vilt og setja það inn í hjartað. Ég bið þig Drottinn að hjálpa mér að trúa því sem að þú trúir í Jesú nafni. Og ég ætla að biðja að fylla hjartað þetta gleði. Því að Kristur gleði og hann hefur gefið þér sína gleði. Og hún skilyrðislaus, óháð öllum ytri kringumstæðum. Og ég ætla að biðja að fylla hjartað þetta þessari gleði núna. Þú ert glöð manneskja. Þú ætlar að leyfa þessari gleði blómstra innra með þér. Og þú finnur að Guð að vinna í þér og þínu hjarta og þinni heilsu. Og þú skynjar að hann búinn að gera eitthvað stórkostlegt innra með þér í kvöld. Og þið ætlið að vinna saman og halda áfram. Þú og Kristur, órjúfanleg heild, samgróin. Takk Drottinn Jesús, takk fyrir lækningu þína, takk fyrir hvert og eitt barna þinna sem hér í kvöld. Ég bið að blessa þau fjölskyldur þeirra, blessa þau heilsuna þeirra í Jesú nafni. Amen. Og ég ætla að bjóða að bara draga djúpt inn andan og finna léttin sem innra með þér. Það ný von, ný trú og nýr kraftur. Og þegar þú ert tilbúin þá máttu bara opna augun hægt og rólega. Og þá finnur þú ert komin tilbaka til fullra vitundar og líður stórkostlega vel, mjög vel.